Við ætlum að halda aðeins áfram að tala HTML element og að skrifa HTML, aðeins aðgengi og aðeins SEO, eða leita alveg bestum. Ég ætla svona aðeins að renna bara yfir þetta efni þessari viku. Svo náttúrulega gerir ég það fyrir því að þið séu annarkvort búin eða séu búin að bóka í dagatalinu hjá okkur, tíma til þess að fara yfir námsefnið og skoða þetta allt. Eins vel og þið viljið, en það eru ákveðin element sem við notum kannski aðeins meira en einhverju önnur. Það sem við munum sjá oft á mörgursunum. Eins og P-elementið og A-elementið. Við notum þau mjög mikið. Síðan munum við nota þessi sectioning element sem ég nefndi þess áðan, eins og section eða div eða footer eða nav eða header sem skipta efnismálinu okkar upp í svona merkingafræðileg hólf eftir því hvað þau eru. Tökum dæmi þá eftir. En síðan eru hérna líka töflur, listar og form. Og það er þá sérstaklega töflur sem eru bara til þess að setja upp töfluleg gögn. Þau eru ekkert meira fancy en það. En við þurfum oft á tíðum að koma fram gögnum á töflulegu formi og það gerum við með því að nota table elementið. Það er aðeins sem ég ætla að taka nánar dæmi bara þegar við skoða verkefni 2, þegar í verkefni 2 er partur þar sem við þurfum að vinna með töflur. Síðan erum við með lista, en listar eru bara út allt. Allavega þegar maður horfir og leitar eftir listum þá eru þeir út allt. Og þeir eru yfirleitt annarkvort óraðaðir eða raðaðir. Hérna er dæmi óraðaðan lista því leiti að hann er ekki númeraður, svokallaður unordered list eða UL elementið. Svo erum við með ordered list eða OL elementið sem gefur okkur númeraða lista og ýmsar leiðir til þess að eiga við þá. En ég ætla að fara hérna, ég ætla að skoða dæmi á VF. Nú ýtti ég á hérna, ég er hérna undir þessum dæmum, skoða dæmi á VF og hérna ýtti ég á töflu. Þá sé ég dæmið birt sem eins og vafrinn birtir það. Þegar við gerðum það hérna, þá fæ ég þetta inn í Visual Studio Code og sé bara kóðan fyrir dæmið. En það er tíðum ekki alveg það sem við viljum. Við viljum miklu frekar fara og sjá hvernig þetta birtist. Nú ætla ég að stækka aðeins hérna, fara upp í svona 170 eða 200%. Þannig að þetta er birtingin á töfludæminu. Nú er þetta svolítið svona, hvort á ég að gera? Ég get ekki tekið þetta og gert copy og paste hér, þá fæ ég bara eitthvað skringilega formaðan texta, ég fæ ekki töfluna sjálfa. En ef ég vil geta skoða svona hvað þetta er, þá get ég farið hægri smelt eða farið upp í Tools, Browser Tools, Page Source eða hérna Command U og þá get ég séð sourceinn á HTML-inu. Þannig að það er þetta View Source. Þá er ég með hérna dæmið og sourceinn á því í sitt hvorum tabbanum. Þetta er leið sem allir eiginlega lærðu HTML svona 90 og eitthvað. Ég lærði HTML með því að finna töff vefi á internetinu, gera view source á þá, afrita það og fikta og prófa að breyta og prófa að breyta og prófa að breyta þannig til að eitthvað sniðugt komi í ljós. Það er ekkert endilega við sjáum oft vefi sem eru með svona hreinu, fínu, skipulögðu source efni. Það er yfirleitt þannig að við opnum eitthvað, ég ætlum ekki að taka hérna. Hérna er þetta svona sæmilegt, en við sjáum að þetta er svolítið svona út allt hérna. En við getum allavega að lesa út úr þessu ef við myndum vilja. Svo getum við tekið eitthvað eins og visir.is. Þá er það, það er líka, en tökum eitthvað eins og island.is. Þá fáum við sourceinn og hann er bara, er þetta bara 19 línur? Jú, það er búið að fjarlæga allt óþarfa white space, alla óþarfa svona ósýnilega greinamerkis eins og ný lína eða óþarflega mörg bil. Þannig að það er bara, þið sjáu kannski hérna horizontal scrollbarinn eða skrunstikuna, að hún er bara hérna út í óendanleikann eiginlega. Og þetta er bara hérna. Jú, akkurat, það eru til tól sem geta tekið þetta og breytt þessu yfir í eitthvað sem er beautifyað, þetta er oft kallað, þetta er uglyfyað og þú geta varpað því yfir í eitthvað.
En málið kannski með þessu að vafranum eiginlega alveg sama svo lengi sem þetta löglegt HTML. Þegar vafrinn tekur þetta og vafrinn í raun forrit sem tekur texta sem merktur sem HTML texti og þáttar hann eða parsar hann. Það að segja, það búið að skrifa eitthvað forrit sem kann á HTML staðalinn, tekur hann og lesa sig, HTML, minna en HTML stærra en. Ég veit hvað það er byrjunin á HTML elementi. Töff, ég greinilega að fara að byrta eitthvað HTML. Heldur áfram og rekur sig eftir öllu trénu og býr til í, ekki bara sem texta, heldur sem bara forritsgögn vefinn sem hefur verið að byrta. Og byrtir hann síðan, þannig við fyrir kannski aftur yfir að Háskóla Íslands, og þá get ég farið hérna og ég get sett hægri smelt og gert inspect, eða ég get farið í tools, aftur í browser tools og í web developer tools, og þú séu hérna það option command E, og þá opnast þetta og þá sjáum við hérna að ég get valið hérna þetta hérna og ég get farið að velja eitthvað ákveðin part og ég get ítt hérna og þá er ég komin hérna í sjá hvort ég get ekki stækka þetta ég stækka þetta og þá get ég sé hérna ég get þetta hérna er UL eða unordered list og svo er list item LI element undir því er síðan A element það er með ref það er með eitthvað tab index og það er síðan með eitthvað undir hérna sem er með einhverju hérna og ef við ítum þá sjáum við það birtast og það er þessi megamenu þessi risa valmynd sem kemur í ljós hérna og hún er síðan önnur UL sem er hér þannig að hérna er í raun bara rosalega mikið af HTML elementum inn í hvort öðru þannig að við förum hérna og ég vel þetta hérna li og þá sé ég hérna ég er í li sem er undir ul sem er undir nav sem er undir div 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 sem undir header. Þannig að div er svona, kemur oft, að það er svona, ég veit ekki hvað element, ég hef búin að nota header, en ég þarf fleiri element. Ég set bara inn div. Og svo sjáum við hérna, headerinn, hann er aftur inn í divi, sem er inn í divi, sem er inn í divi, sem er inn í body. Þannig að þetta er þannig að ég er búin að rekja mig frá einni grein sem er að birta hérna háskólinn. Það er bara eitthvað 12 elementa dýft. Þannig að þá er þetta tré sem ég birti þarna mjög einfalt að því leyti að það getur orðið mjög djúpt þegar við erum að búa til eitthvað hérna og þannig verða verkefnin oft þegar þau orðin svona innan gæsalappa alvöru. Fyrstu verkefnin sem þið eruð að vinna við eru bara ykkar vegna og verkefnisins vegna ekki svona flókin. En það þýðir samt ekki að þið séu ekki að læra verkfærin sem þarf til að búa til flókin. Það er bara það sem þið eru búin að gera og meira og meira og meira. Bara svona svo að setja div og div og div. Fyrir en þið komið síðan í hópverkefnið, þá gerið þið svona tiltölulega alvöru vef þar sem að þið munuð fara að vinna með svona dýft hugsanlega. En hérna er við svona farin að kíkja bak við tjöldin. Þá er svona klassískt að fara að segja eitthvað svona inspect hérna og hérna að fara velkomin nördar og hvarðar reyndar. Það var fyrir hérna, ég get ekki, brandarinn minn var ekki jafn góður, þetta fór. Það sem við getum, þetta er bara það sem ég sé, en það er svona alveg hægt að gera svona og fara inn á Vísi og breyta hérna fyrirsögnu á einhverju frétt og segja nafni á einhverjum nálægt okkur, taka screenshot og segja, þú bara í fréttunum. Að því að við erum bara að breyta því hvað vafrinn okkar sýnir og vafrinn okkar sýnir bara HTML en vafrinn okkar sýnir HTML sem er birt í vafranum og við getum átt við en við getum ekki átt við HTML eins og kemur frá vefþjónunum vísir.is til þess myndum við þurfa að hafa aðgang að þeim vefþjón en við getum samt sem að það er alveg breytt hér og ég get líka bara farið og ég get bara ítt á eitthvað og bara delete, delete, delete ég er búinn að breyta, ég ætla að eyða þessari frétt delete,
nei, meira, og ég get bara átt við vefinn. Þannig að þú veist, þannig erum við með svona developer tools sem við getum notað til þess að skoða hvað er að gerast á þessum vef. Ekki bara í HTML-inu, heldur líka í CSS-inu, þannig ég get farið hérna og ég get valið bara body og ég get sagt font size mjög mikið og nú er allt letur mjög stórt á vefnum, svona það sem það er ekki, og allt fer í köku á vefnum þegar ég er að rugla í honum einhvern veginn. Og svo get ég slökkt það og þá var hann aftur eins og hann var. Þannig að þetta er svona eins og að hafa verkfæri til þess að fikta í, og svo þegar við erum hætt að fikta og gera grín, þá erum við bara farin að vinna í þessu. Þetta verður bara svona einn partur af vinnutólunum okkar, að nota vafran til þess að sjá hvað er að gerast með HTML-inu sem við erum að skrifa. Og síðan hvernig við erum að setja útlit ofan á það, og síðan hvernig við erum að setja virkni ofan á það allt saman með JavaScript. Þannig að þetta eru dev tools eða inspect tools eða extensions eru líka eitthvað sem við komumst í hérna, og þið sjáu hérna það er fullt af einhverju auka sem við getum gert. Við getum verið að debugga eða þú veist, finna út úr í hvað er bilað eða hvernig einhvers konar samskipti eru á milli. Hvað gerist þér í ít á þetta hérna? Þá er ég að fara að keyra einhvern kóða sem sækir eitthvað efni úr einhverju vefþjónustu, og við munum skoða það í lokin áfangans. Við munum snerta á, kannski ekki alveg öllum en flestu hérna. Þannig að þið munum alveg vera hvað er í gangi hérna. Þetta fór kannski aðeins of hérna, ég var einhvers staðar að reyna að segja ykkur dæmum hérna. Þannig að við vorum hvar? Ég var einhvers staðar hérna á einhverjum góðum stað. HTML element, við vorum búin að taka það áðan, töflu, listar, form. Já, seinasta hérna eru form, og form eru hér, og það eru svona interaktiv partar, þar sem að ég get tekið við einhverjum upplýsingum. Þannig að hérna get ég bara skrifað eitthvað inn. Ég get gert hérna að leita með Google, og ég, út af því að hvernig þetta virkar, þá get ég búið til leit í Google bara út frá fínu formi, út af því að Google er bara með slóð sem heitir search, sem tekur við Q sem query string parameter, og það sem að kemur þar inn er leitar orðið. Þannig að ef ég fer núna hérna og ég segi inspect á þetta, og ég segi form action er bara hvert á þetta form að fara, það að fara á google.com/search með get aðferðinni sem við munum læra meira seinna, og svo er það hérna með type search input sem er með nafnið Q, og þetta er nót sem ég geti gert hérna, leita á þessu. Svo get ég líka verið með eigið form bara hér, og þá get ég skrifa eitthvað inn hérna, og svo get ég reynt að senda það, og þá kemur hérna, ég má ekki senda það, eitthvað af þessu þurfti ég nú að skrifa inn. Þannig að ef ég skrifa eitthvað inn í nafnreitin, þá fæ ég hérna please fill in this field, og hérna er ég með eitthvað svona hvernig á símanúmerið að vera, en ég get þannig sem að skrifa það sem ég vill hérna. Hérna get ég valið á milli svona radio buttona eða checkbox eða úr svona fellivali, eða skrifað eitthvað hérna, japanska, JavaScript. Hérna fæ ég JavaScript og ég vel það, og þá velur það fyrir mig JavaScript gildið. Og þá ef ég gerum hérna view source, þá get ég sé hérna er verið að nota select elementið, svo er verið að nota fyrir þetta er input með list attribútinu sem vísar í languages, og languages er hérna, og þetta er datalisti sem býr þá til svona svona fuzzy leit einhver leiti, þar sem ég get skrifa þá fæ ég bæði japanska og JavaScript, og svo get ég valið. Svo get ég líka skrifa hvað sem ég vill í þetta. Þannig að þetta eru svona mismunandi tól fyrir mismunandi verkefni. Og við ætlum líka af ykkur því í verkefni 2. Seinasta, ekki alveg seinasta, ég ætla nú að taka 20 hérna, og svo þessi hérna, ég ætla að fara í að skrifa HTML, og það er svona meira kannski bara svona aðeins til upplýsingar, og þið farið nánar í það í námsefninu, en það er svo til leið til þess að búa til HTML sem er vel formað, að því leiti að þá tekur vafran ekki við hverju sem er. Ég get ekki gert mistök,
þá get ég sagt hérna, hér er ég með eitthvað gilt XHTML og X-ið vísar í XML sem er Extensible Markup Language sem að var svona samtíðar svipum tíma á HTML staðaldin var að þroskast, var það búið til og þá átti bara að búið til eitt svona markable mál fyrir öll markup mál. Ekki alveg rétt, en svona pretty much. Og þá þurfum við að segja þetta á að vera að fylgja þessum staðli hérna. Þá þurfum við að passa upp á það að allt sem við skrifum hérna inn þarf að vera korrétt, alveg nákvæmlega rétt. Það má ekkert element vera ekki rétt lokað. Það má ekkert element vera inn í öðru elementi sem er síðan lokað eitthvað vitlaust. Það má ekki gleyma neinu. Aftur ef við förum hérna og skoðum þetta dæmi á vef, þá getum við sé hérna fínt, flott. En ef við opna þetta hérna þar sem eitthvað er vitlaust, þá fæ ég bara villu frá vafranum. Af því ég segi við vafran, kæri vafri, nú ætlar þú að birta þetta hér og þetta er svona dýratýpan, þetta er XHTML. Það eru engar villur í þessu, þangað til ég geri villu. Og þá er allt brotið og þá birtist vefurinn svona. Og það myndi enginn nenna og það fattaði fólk síðan. Það nennir enginn að skrifa HTML á því formi að ef ég gerir ein mistök einhvers staðar, þá brotnar allir vefurinn minn. Það meikar ekkert sens. Þannig að vafrar eru í eðli sínu skrifaðir til þess að vera mjög forgiving. Þeir reyna að birta það sem við skrifum inn eins vel og þeir geta. Og þá getum við séð hérna er þetta minnsta skjal sem er bara hérna svona frekar snyrtilegt en, aðeins flutur á mér hérna er nákvæmlega sama birtingin en svona merkingafræðilega þessi tvö skjöl nákvæmlega sambærileg, þau eru nákvæmlega sama af því að vafrinn passar þetta og túlkar þetta yfir í sama tréð og það er fyrir okkur, mannfólkið sem les þetta eða hlustar á þetta að setja þetta upp á einhvers konar máta sem er snyrtilegur sem er þægilegur til aflestrar af því þegar þið farið að forrita hvort sem það er að skrifa HTML eða CSS eða JavaScript eða Java eða Python eða whatever þá mun langmestu tími ykkar farið það að vera að lesa kóðan og hugsa hann en að vera að skrifa hann. Þannig að það er mjög gott að optimisera fyrir læsileika á kóðunum okkar. Það gæti þá verið bara það að það er erfitt að sjá hvar eitthvað endar og hvað eitthvað byrjar hérna. Það er þægilegra hér að því leyti að þetta er lítið og það er svona auðvelt að finna út úr þessu en þegar við erum farin að búa til stærri forrit þá gildir það sama. Og þá er það hérna, hvað gerist ef ég loka ekki title og þá sjáum við hérna að titillinn á þessari síðu er Halló heimur og svo kemur bara minna en framvísandi skástrik head stærra en og það er út af því að hér er ekki title elementinu lokað. Title element er eitt af þessum elementum, þau eru þetta og textarja, þau gleypa allt sem ef þeim er ekki lokað. Þá er allt sem er þangað til að vafrinn finnur nákvæmlega loka elementið eða loka taggið á title er birt bara sem texti. Og svo getum við verið með þegar við komum með svona flóknari lista þá getum við séð að hérna er okkur meira að segja bent á það af vafranum að það vantar að opna þetta lið eða vantar að loka ulinu en ef við verðum með þetta svona óskipulagt að þá geti verið að við sjáum það ekki og gerum þar alveg einhverja villu og það getur verið leiðilegt að leita upp í svona villur ef maður er að reyna að gera það með höndunum og augunum eða hlusta whatever sem maður er að gera til að finna villuna en blessunarlega þá getum við bara nota tól til þess og þá höfum við sett W3C validatorinn og þetta er sett tól sem að við notum ekkert rosalega mikið svona eftir að við erum búin að læra HTML en það er tól sem að tekur inn HTML streng þáttar hann eða passar hann býr til HTML dokumentið út eins og það á að vera og bendir okkur á alla þá staði þar sem við erum að gera einhverja villur annarkvort út frá því hvernig við erum búin að setja upp skjalið eða frá því hvernig við erum búin að
setja element hugsanlega á vitlausa staði út frá spekknum. Þannig við getum tekið eitthvað hérna, eins og þetta hérna dæmi, kopía það, setta hérna inn og keyrt check og þá fáum við villuna. No li element in scope, but li end tag seen. Þá sjáum við línu 15, þá ekki auðvelt fyrir okkur hérna að sjá, ok, í hvaða línu það? Lína 15, jú, ok, hér, lína 15, hér, ok, ef við setjum hérna ul, við gerum aftur check, nú er það í lagi. En hvað ef ég set li test hérna fyrir utan, gerum check, element li not allowed as child of element body in this context. Content module for element body, flow content. Li elementi er ekki flow content. Li elementi má eingöngu vera inn í ul eða OL elementi. Þannig hérna þetta forrit sem að tjekkar okkur af og segir okkur ef við erum að nota HTML rétt út frá spekkinum. Þetta getur verið leiðigjarnt, þannig að núna ætla ég að taka þetta hér og ég ætla að fara með þetta inn í ritilinn og ég ætla að búa bara til nýtt skjal hérna. Ég ætla bara að vista á sama stað listi og nú ætla ég að segja sem svo að ég sé á sama stað ég var og ég vista þetta en ég fæ enga aðstoð hérna frá vafranum, frá ritlinum. Hann er ekkert að segja mér að það sé einhver villa í gangi. En það sem ég get gert í raun að sækja mér viðbætur extension við Visual Studio Code sem leyfa mér að bara fá þessar upplýsingar strax. Og það annað sem mjög gott þegar maður að byrja sem forritari að íhuga að stytta alla svona endurgjöfu lúpur, feedback lúpur eins mikið að við getum. Ég sé það, ef ég ætla alltaf að fara hérna, tabba á milli, pasta, íta á check, skrolla niður, lesa villuskilabóðin, allt tabba eða command tabba aftur yfir, laga, copy-pasta, fara yfir, þá er feedback-lúpan mjög löng fyrir þetta litla verkefni sem að sjá ég vil laga HTML-ið mitt þannig að það sé samkvæmt spec. En ef ég set hérna fyrir extensions og segi W3C þá sjáum við hérna það kom upp 2 tekum maður nú yfirleitt þann sem með fleiri stjörnur og fleiri notendur. Check the validity of your HTML and CSS files in one click. Ok, þannig að skulum við fara aftur hérna. Við erum búin að setja þetta upp og sjá nú ætlum við einhvern veginn að keyra þetta. Þannig að þá er spurning hvernig keyrum við þetta. Þá getum við fara hérna validator, W3C, býtum við. Ok, við þurfum að fara hérna og sjá eitthvað hvernig keyrum við þetta. Press the extension button, ok, W3C validation and the validation will start right away. Ok, förum þá hérna, hérna, íta hann, not valid. Ok, þá get ég ítt hérna niðri, og núna lendi ég aftur í þessu, ég er með aðeins of, þetta er kannski fínt. Stray doctype. Þetta er eitthvað vitlaust frá þessu hérna, ok. Doctype, já, hann er mjög hérna ákveðinn, hann vil fá þetta nákvæmlega svona. Stray start tag HTML, býtum nú við. Hér er eitthvað voða eitthvað skrítið í gangi, stray start tag. Býtum við, hvað er ekki vitlaust? Sko, því að hann á að vera að keyra þetta bara eins og þetta hérna. Þannig að ef að þessi segir allt sé í lagi, þá eigum við að vera í lagi. Ok. Svona getum við lent í því. Við veljum eitthvað tól og það býr til eitthvað sem er, eða það segir okkur eitthvað sem er hugsanlega ekki alveg rétt. Þannig að nú skulum við fara hérna, prófum okkur. Nú ætla ég að segja hérna HTML. Nú get ég gert hérna upprópunarmerki og það er annað sem er hægt að setja upp bara innbyggt í Visual Studio Code sem heitir Emmet og ef ég skrifa upprópunarmerki og íta á tab
og þá fæ ég svona minnsta HTML skjalið, ok? Vistum þetta sem test.html, keyrum W3C validation, ok, hún segir hérna þetta sé valid, ok? Þá get ég núna farið hérna og ég get dregið þetta hérna til hliðar og verið núna með 2 skjöl hlið við hlið. Það sem ég reyna að sjá, ok, hvað er ég að gera vitlaust hérna á milli? Ég sé ekkert sem ég er að gera vitlaust hérna á milli, ok, ég ætla að prófa aftur að íta á 3C validation hérna. Ok, þannig að bara við það, ég var með doctype í litlum stöfum, þá fór þetta í einhverja köku og ég þurfti að íta aftur. Þannig að nú er ég búinn að læra því, ok, hugsanlega ætti ég alltaf að íta á W3C validation aftur og gera clear þegar ég er búinn að laga það sem ég held að sé að. En nú ætlum ég að byrja bara með clean slate hérna, ok, unclosed element ul. Þannig nú er að benda mér á villuna sem að vissulega var til staðar og við lögum. Þannig þá ætlum ég að setja hérna ul. Ok, þá sjáum við að villan fer ekki, keyrum aftur, þá kemur hún aftur og nú bendur hún okkur á villuna sem við byggum til hérna með því að setja þetta inn, fjarlægum þetta, vistum og keyrum aftur, HTML file is valid. En nú er ég búinn að sleppa við það að ef ég ætla núna sem einhver sem er að læra HTML að vera að fara alltaf yfir í validatorinn og ég get bara keyrt þetta beint í ritlinu mínum. Þá getum við líka að prófa hérna aref test HTML test og tökum þetta og gerum svona og sjáum hvað við fáum í hausinn þá. Já, þá meiri sér gerði ég villu hérna, monta svona, ok, clear all, lokum hérna, validatum þetta, element A not allowed as child of element ul, já, ok, fyrsta lagi þá má það ekki, þetta má ekki vera beint undir ul, þetta þarf að vera hérna fyrir utan, ok, prófum aftur, þá sjáum við hérna, hugsanlega væri betra að horfa á þetta hérna, svona, ok, aftur, start tag but an element of the same type was already open, þannig að það er villan sem við fáum ef við erum að reyna að setja A-element inn í A-element. Förum þetta niður í þetta og keyrum, nú er skjalið okkar valid, þá sjáum við hérna líka, kemur checkmark hérna. Svo getum við lokað þessu, þá höfum við þetta og þetta er eitthvað sem við þurfum að hafa í huga í verkefni 2. Og það er eitt sem að ég bið ykkur að gera fyrir utan að hugsa ekki um útlit, þá er það að keyra þetta áður en þið skilið. Þið getur keyrt þetta meðan að gera þetta, svo gerir einhverja breytingu og þið fáið villu og villunar getur valdið því að það komi fleiri villur og þá er þetta bara að því að dæmdugkennandi muni bara keyra þetta og ef það kemur villa þá verðið þið dregið niður af því að þið eigið að skilja svo án þess að hafa villur. Þannig að það er mjög auðvöld krafa ef að þið bara munið að gera það rétt áður en þið skilið, áður en þið farið að fikta í þessu. En núna erum við á þeim stað líka að, ok, við hugsanlega gerðum þessi mistöka þegar við vorum ekki með nógu fínan HTML-kóða. Og við getum farið hérna og við getum sagt, ok, hvernig ætti ég að gera þetta? Ég ætla að hafa svona eindregið og svona, svo kemur þessi hér og svo kemur þessi aftur svona og við getum farið að reyna að finna út úr í hvernig er best að inndraga inndrátturinn hérna til þess að þetta verði sem læsilegast. Eða við getum eytt tímanum í eitthvað mun betra og bara nota eitthvað tól sem gerir þetta fyrir okkur. Þá getum við farið hérna og svo tökur annað extension. Það heitir Prettier og eins og nafnið gefur til kynna þá vill að reyna að gera eitthvað meira pretty og þá er það hérna Code Formatter using Prettier. Sjáum hérna 60 million installs en 3,5 stjarna, það er ekki hægt að gera öllum til geðs. Og þá er þetta sagt, opinionated code formatter og það er líklegast ástæðan fyrir því að það eru svona fáa stjörnur af því að þetta er leiðin til þess að formata kóða. Hér eru nokkrar optionir sem þið getur sagt að kveikja og slökkva á en annars bara take it or leave it. Og ég var oft að reyna eitthvað, nei, þetta er ég fíla þetta ekki en það er bara betra að geta gert núna Command Shift P format document
og hún segir hún hérna, út af því ég í fyrsta skipti að gera þetta, þá segir hún, herri, ég veit ekki hvernig þú vilt formata HTML, configure, og ég ætla að nota prettier. Og hann bara, sjáu við, hún bara, gerum þetta aftur. Hún bara sjálfkrafa lagar inndráttinn og gerir hann eftir prettier stöðlunum. Og það er bara fínt. Þá þurfum við ekki að hugsa um þetta. Þannig að ef við erum með prettier og við erum með W3C validator, þá erum við að fara að ná hérna að gera þetta svona snirtilegt, HTML sem við erum að skila á okkur, rétt inndregið, samkvæmt einni skilgreiningu er rétt, prettier skilgreiningunni, og rétt samkvæmt staðlinum út af því að við erum búin að keyra W3C validatorinn. Hins vegar, ef ég er með prettier og ég bý til villu í skjalinu og ég reyni að formata það, þá kemur hérna niðri í horninu rauð merking á prettier. Hérna sem sagt. Af hverju ætli það sé? Nú er ég að gleyma að spyrja ykkur, nú ætla ég að spyrja ykkur. Hann náði ekki að formata rétt, en af hverju? Setið ykkur í spor tölvu. Þið ætlið að þátta þetta. Það er að segja parsa þetta yfir í eitthvað tré. Það sem að prettier gerir svona mjög hæglega vel hann tekur forritskóða, kann reglurnar á forritskóðunum, út frá reglum á forritskóðunum býr hann til eitthvað sem er kallað Abstract Syntax Tree eða AST, sem er bara gagnaformat sem segir til HTML, nóða, á sér body, á sér svona, og síðan þegar hún er búin að gera það, þá gerur hún inverse. Hún tekur AST-ið og býr til forritskóða tilbaka, rétt formataðan eftir einhverjum formatningreglum. Já, ég segja að það var ekki að setja kónu á vitlaust og lokar svona slíkur og kannski fattar hann ekki hefur þannig að þá kemur villa. Akkurat. Þannig að það sem að gerast er að prettier getur ekki parsað þetta af því það er í eðlisinu vitlaust. Það er vitlaust út frá reglum HTML. Þetta er ólöglegt HTML. Prettier getur ekki unnið með ólöglegt HTML, þannig að það kemur villa. Þannig að það er ofta helst í hendur svona að gleyma að loka elementum, að gera svona óvart, að prettier getur ekki formatað og við fáum villu frá HTML validatornum sem segir eitthvað stray end tag, missing open tag, eitthvað svona. Út af því að þá erum við með ógild. Það er ein gerðavillum, ógild skjöl, þau eru syntactically vitlaus. Syntaxin, hvernig við erum að skrifa þau, reglunar samskiptin sem við erum að eiga eru vitlaus. En það er ekki einu svona byrjað að hugsa semantíkina, merkinguna sem er innifælin í skjalinu sem við erum að búa til. Fyrsta að geta verið syntactically rétt, síðan semantically correct. Þannig að við lögum þetta, vistum þetta, format, prettier getur formatað, þá er það í lagi, en prettier segir okkur ekki það að það megi ekki vera inn í ul elementi. Það er semantík. Þannig að semantíkin er bara þetta, hvað þýðir elementið? Hvað þýðir það sem er inn í því? Ul þau element sem er inn í mér mynda óraðaðan lista af hlutum. Óraðaður listi þýðir í eðlisinu, skiptir ekki máli hvort að þetta sem er í fyrsta sæti er þar eða ekki, það geti verið í þriðja sæti, þetta er bara óraðaður listi, þetta er bara eitthvað. En raðaður listi segir þetta er fyrst, þetta er annað, þetta er fimmta og seinasta atriði. Þannig að það er mismunandi merkingafræði í þessu. Þannig ég segi hérna eitthvað og gerum eitthvað hérna eitthvað svona. Hver er merkingafræðin í þessu? Ef við fyrir línu fyrir línu. Þetta er aðalfyrirsögnin, þannig að H1. Já. Svo er þetta málsgreinin undir aðalfyrirsögninni. Já. Er þetta bók? Já. Góð spurning. Vitum það ekki.
Hvað þýðir þetta? Svo kemur fyrirsögn. Svo er það næsta undir. Já. Og hvað getur við lesið úr þessu, ef við myndir segja hérna? Á þetta saman, er þetta yfirfyrirsögnin yfir ykkur undirkafla hér? Er þetta annar undirkafli? Ætti að vera önnur yfirfyrirsögn? Hvað gerist ef við setjum þetta svona? Er þetta merkingafræðilega make þetta sens? Getum við sleppt bara fyrirsögn 2, ef við segja að H1 er aðalfyrirsögn, H2 næsta þarf niðan, alveg niður í H6. Stærðin á textanum, á fyrirsögn 2, það er ekki það sem þetta er þarna. Þú ert með þarna fyrirsögn 1 og þetta er á mismunandi stærðum. Já, akkurat. Þannig að nú ætla ég að eitt tól í viðbót. Af því að núna getur ég sagt, ok, nú vil ég sjá aðeins, ég er bara að hugsa, hvað er þetta? Hvernig virkar þetta? Ég vil sjá hvernig þetta lítur út, af því aftur, við erum visual verur, við viljum sjá hvernig hlutinni lítur út. Það er ekki nóg að horfa bara á þetta og hugsa okkur í gegnum þetta, við verðum að prófa að keyra þetta. Þá geti ég farið hérna, ok, ég geti farið hér, tvíklikka á þetta, opnast það í vafra, ok, ég sé hérna, ok, útlitslega séð, gætu við sagt, já, þetta er rétt. En, nú verðum við að muna, við erum ekki að hugsa útlitið, þannig að við verðum að aftengja okkur því að einhverju leiti og segja, byrjum við, B, já, ég fekk hugsalega þetta B einhverstaðar annar stað frá, en ég ætla líka að setja upp þetta tól sem ég var að segja hérna, byrju, margt í einu, það heitir live server. Launch a development local server, þannig ég ætla að setja það upp. Ég ætla að fara hérna og ég ætla að segja open with live server bættist við hérna. Þá býr hún til lítinn vefþjón á tölvunni minni og ég ætla að gera svona, ég ætla að setja þetta upp í Firefox svo get ég setja hérna og svo ætla ég að skipta hérna gluggunum á milli, loka þessu og gera svona og svona og nú get ég sagt hérna fyrirsögn svona og þá sjáum við þetta uppfærist strax. Þannig að þetta er aftur, þetta er leið til þess að minnka feedback-lúpunum milli þess að ég er að gera einhverja tilraunir hérna og ég er að reyna að sjá hvað kemur út úr því. Þannig að ég get strokað þetta út, fyrirsögn 3. En B, ef við fyrir hérna, the B element represents a span of text which attention is being drawn for utilitarian purposes without convening any extra importance and with no implication of an alternate voice or mood. Þetta er mjög abstrakt af því að þetta er svona redding í staðlinum af því að þegar HTML var fyrst búið til var það búið til sem visual mál það var hægt að breyta leturgerðir, það var hægt að setja bold og italics með B og I en svo fattaði fólk, það er ekkert sérstaklega gott að mixa þessu tvennu saman. Þannig við ætlum að reyna að búa til HTML sem bara semantikinn, merkingafræðin í því sem við verðum að setja fram og CSS sem visual aspektið á því sem við verðum að setja upp. Þannig að HTML eingöngu merkingin í því sem við verðum að setja fram, CSS útlitið á því sem við verðum að setja fram. Og það þýddi að þau þurftu að fara tilbaka og svona retroactively laga staðalinn af því að HTML vill alltaf vera backwards compatible, það vill geta byrt allt HTML sem við nokkuð verið búið til að það þarf að búa til eitthvað svona hey, B þýðir þetta sama með I sami texti þetta er sem það að ég gæti haft þetta hérna og ég gæti sagt B eitthvað hérna og ég gæti sagt bara fú hérna fyrir neðan og ég geti sagt lítur ekki rétt út þetta BR element hérna sem er break element, þetta er svo ít og shift enter í svona ritvinnsluforritum þetta er annað break hérna eftir af því að nú vill ég hafa meira bil á milli af því að mér finnst það líta rétt út nú er ég ánægður en merkingafræðilega er ég í ruglunu þetta er mjög gamalt svona anti-pattern kallað bed and breakfast HTML þar sem ég er bara búið til B og svo break til þess að setja fyrir neðan það sem ég ætti að vera að gera alltaf er að setja svona þar sem þetta er fyrirsögn og þetta er efnið og svo til þess að gera ennþá betur þá get ég sagt þetta hérna er ein article
ég setja hérna utan þetta og þetta er section innan þessara article og svo get ég formatað þetta og þá fæ ég svona, en útlitið það sama. Merkingafræðin allt önnur, betri, skýrari, en útlitið það sama. Svo eins og sagt að þetta setja gefa þessu næstu í hvaða nafnsemi? Elementum? Nei, það er nefnilega tæmandi listi. Það er svona listi. Já, og það er þetta sem við skoðum í spekknum áðan, HTML element sem við förum að nota. Og í verkefni 2 munum við eiginlega fara yfir alla breytina og sjá svona langflest element sem þið eru að fara að sjá. Og það sem ég ætla að gera núna, taka pásu í nokkra mínútur og svo ætla ég að fara bara í verkefni 2 og bara byrja á því og nota þessi tól sem við erum búin að setja upp og aðeins að ræða hvernig við ætlum að gera það. Innbæling varandi live server Mhm. það voru með einmitt 4 HTML-skjöl getur runnað öll saman Þú getur það tæknilega, þú veist, þegar þú ert búin að búa til link á milli þér og þú veist, þá er hann í raun að vísa það sama. en það er þá að runna hvert einasta fæl Nei, þá getur þú bara að runna eitt og svo getur þú farið á milli þér að ég held. Skulum bara prófa það eftir, prófa það bara. Herru, en tökum okkur smá pásu og byrjum aftur klukkan 16:40.